Já, velkomin aftur. Þetta þátturinn Synir Egils. Gestir okkar eru farnir, Grímur Atlason, Ögmundur Jónasson og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir sem að reynda að skipta nafn í miður þætti og vill heita Ólína Steinunn Þorsteinsdóttir. Við setjum hérna eftir, Sigurjón. Já. Þetta ekki svona síðasti þátturinn okkar, ekki að fara í sumarfrí í júlí? Jú, það ég hef ekki að treysta það, komið svona glæta einn dag, þannig að við getum svona notið sumarsins með einhverjum hætti. Já. Kannski búið við til eitthvað svona í sumar, við gerðum það upphafið þessa þáttar það að við vorum að fylla svolítið svona tómarúm síðastliðið sumar. Já, voru bara tveir hérna. Já, drófum aðeins úr svona venjulegri dagskrá yfir hásumarið, en ég er svona að leita ýmsum leiðum að því að minnst nú ekki alveg, ekki svona góðu kostur að fara alveg í frí þótt að við eigum alveg ógrynni af áhugaverðu efni sem að svona venjulegur hlustandi og áhorfandi hefur ekki séð. Við getum endurflutt efni í heila mánuð á þess að... Já, líka efni sem er ekki endilega bundið deginum í dag. Þetta er alls konar viðtölum, alls konar... Klassík. Já, mikið svona söguleg efni og alls konar. Líka bara svona... innsýnin í réttindamál ýmissa hópa sem að því miður breytast ekki, það er ekki eins og séu framfærir í því. Og svo sunnudagsögurnar þínar, löngu viðtölin. Já, helgispjallið. Helgispjallið, já. Það er ég heldur reyndar að ég hafi eitthvað bókað svolítið inn í júlí, ég gleymdi þessu að það ætti að vera frí í júlí, þannig ég er búin að bóka bæði vikuskamt og helgispjall og langt inn í júlí. Já, þú getur ekki stöðað? Jú, ég har alltaf eitt, sko. Jú, það er aldrei gott á pásu, sko. Þú veit, búin að mikið kysla sérstaklega þér hérna og ykkar fólki. Það hefur gengið bara mjög vel. Ef þetta er svona sísonið búið, þá held ég að við á Samstöðinni getum verið mjög ánægð með viðtökurnar. Já, ég held það fjölgar bara jafnt og þétt áskrifendum og það er að verða ljóst svona að við höfum svona tækifæri til þess að taka svona næsta skref svona með haustinu, koma með Samstöðin 3.0 og við sögðum í upphafi, ég veit ekki hvort að ég hafi sagt þér það eitthvað, en það var svona hugmyndi svo að þetta tekur svona 5 ár að búa þetta til og ef okkur texta þá verður þetta eitthvað stórkostlegt en náttúrulega mesta líkútan að við deyjum á leiðinni. Það var svona, við lögðum að staða upp með það. Það er voru kannski. Já, mér finnst það að orðið ég er og mér er alltaf bjartsýndi, sko. Já. Samstöðin getur orðið bara eitthvað, fyrirbrigði og fenómen í íslensku samfélagi, sko. Það er bara þannig. Já, nú er ég bara lausa með það, sko. Ég heyri það víða sem ég kem, sko. Það sem að fólk talar mjög jákvætt Samstöðina. Já. Og sumir vilja bara þakka fyrir, sko. Þannig að þetta er svona, þetta er straumur í kringum. Já, þannig að þá höfum við kannski fjölbreyttar efni og svo er svona draumur að byrja rauðaborðið á virkundögum með svona frétta yfirliti. Og hugmyndin er svolítið svo að við keppum bara í því sem að við getum unnið á einhvern hátt. Þess vegna erum við með svona lengri og sumar finnst dýpri umræðu fjölbreytilegri mál með fjölbreytilegri gestum sem að mér finnst við alveg geta unnið hinna miðlana og RÚV og eitthvað fleira. Við erum ekkert að skammast okkur fyrir það. Við keppum hins vegar ekki í leikmunadeildinni, við sittum bara inn í þessu sama herbergi alltaf og erum ekkert að reyna að keppa þar sem við ráðum ekki við. Já, það er nú 2 myndverðinda. Já, 2, en þú veist, þetta er bara tekið upp í tilteknum herbergjum, þannig við erum ekki að umturna stúdíóinu af því að sjávarútvegsspjalli kemur eða fangarnir koma eða neitt svoleiðis. En það er eitt sem að í sambandi við fréttir, sko, við erum svo lítil og fá að við getum aldrei unnið í því að segja fréttir, að finna fréttirnar, af því að þetta eru ritstjórnir með miklu fleira fólki og vaktaskipti og alls konar. En það sem að vantar í fréttirnar er samhengi. Þú veist, það er eitt að segja fréttirnar, hvað gerðist. Jói gerði eitthvað. Hitt að segja af hverju gerði Jói þetta og hvaða afleiðingar hefur það sem að Jói gerði. Og þar held ég að við gætum komið bara inn og værið með fréttatíma sem að myndi bara einblína á samhengi fréttanna. Veist, af hverju sagði Bjarni þetta eða af hverju er Bjarni með þessa stöðu og af hverju er Sjálfstæðisflokkurinn ekki að skipta formann og sem að mér finnst að sumileyti Ríkisútvarpið og Stöð 2 hafa svolítið bara bakkað út úr. Það er mest áherslan bara að segja fréttirnar. Það er svona mörgu sprengjum varpað á Gaza en það er ekkert svona það vantar samhengið, sko. Já. Sem að mér hefur alltaf fundist í svona gennum blaðamennskuna að það er eitt af því sem að
blaðamennska snýst það að segja hvers vegna og hvað svo, ekki bara hvað og hvar og hver. Nei. Og reyna eitthvað svolítið með haustinu eða? Já, það draumurinn sko. Ef okkur tekst að safna svona í við fleiri áskrifendum. Við náttúrulega ekki með ríkistyrki. Þannig að við treystum á almenningur að koma okkur út þetta ár. Mér sýnist að við eigum svona möguleika á að fá styrk á næsta ári, en það þá miðað við sko tekjurnar á síðasta ári og það náttúrulega svolítið óréttlátt í kerfinu að segjum að moggin eða eitthvað sem bara alltaf hann fær styrk miðað við þennan rekstur, en við erum svona alltaf á uppleið, en þegar við erum komin árið 2025 þá fáum við sko styrk miðað við umfangið á reksturum 2023 sem að í svona örum vexti kannski bara rétt rúmu þriðjungurinn að þessu. Þannig að mörg ár í viðbót að því að kerfið raunverulega búið til þess að styrkja þá sem eru fyrir, þá sem eru sterkir, að þá mörg ár í viðbót verðum við bara með brota því sem aðri fá, sko hlutfallslega miðað við okkar umfang. Þannig að þetta erfið leið framundan, en byggir mikið á því að okkur takist að fá svona velvilja almennings til þess að keyra þetta áfram. Þá gengi vel hingað til. Já. Herðu, en við ætlum ekki að tala samstöðuna? Nei. Ögmundur vildi reyndar að tala samstöðuna áðan? Já, ég skildi hann alveg hvað hann var að fara, sko, hann var ekki að tala sameiningu sósíalistaflokksins og Vinstri grænna, heldur bara þetta fólk sem kannski að missa heimili sitt eða landlaust í pólitíkinni, vegna hvernig flokkun farin, sko, að hvort það sé hægt að einhvern veginn að þetta fólk bæði í sósíalistaflokknum og landlausa Vinstri grænna fólkið, hvort að það eigi samleiðið og kannski eru fullt af sósíalistar þar sem að myndi sóma sér vel í sósíalistaflokknum. Ég leiði mér að skilja þetta einhvern veginn á þessa leið. Þetta fólk á samleiðið í ýmsum baráttumálum. Það sér það sumiliti reyndar svolítið sorglegt að sjá að þegar maður fer á svona mótmæli út af Palestínu að þar vantar sko VG, því að það fólk einhvern veginn í vondri stöðu út af ríkisstjórninni, kannski vill ekki mæta því að það þarf að fara að svara fyrir VG eða eitthvað. Þannig það oft svona tengslin við stjórnmálaflokk sem að kýsta að vera í stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Getur það verið erfitt fyrir þá félagana sem eru þar. En þannig að fólki getur við tekið þátt í svona ýmislegu baráttum. En ég trúi því, og þess vegna var nú Sjálfstæðisflokkurinn stofnaður, að hreyfingin þarf að eiga líka sko stjórnmálaafl, skipulega stjórnmálaafl. Þannig að við þótt að flokkur nær engum árangri nema að sé sko öflug barátta á götum úti, eða þú veist, og í verkefnishreyfingunni og einstaka hagsmunahópum, að þá næst heldur ekki árangur í einstökum hagsmunahópum eða í verkefnishreyfingunni nema við höfum sko stjórnmálaafl sem að tekur að sér að bara breyta lögum og sveigja sko stjórn samfélagsins frá því að þjóna fyrst og fremst hinum ríku og fáu yfir í að þjóna almenningi. Það bara, þetta þetta verkefni. Eitt nýlegt dæmi með Vinstri græn, það er Lilja Rafney Magnúsdóttir sem að var sem sagt talsmaður sko eða gagnrýnandi kvótakerfisins og sjávarútvegsstefnunnar fyrst og síðast. Hún var ýmist varaformaður eða formaður atvinnuveganefndar. Svo hérna fara þau Vinstri græn í ríkisstjórn 2017 og til 2021 og þá er hún innanborðs. Nei, hvað það? Jú, hann þá er hann innanborðs. Svo verið að velja á listan fyrir tímabilið 21 til 25 og þá kemur Bjarni Jónsson og einhver annar sem og hún fellur sko. Hún hafði ekkert gert að sér, hún hafði bara talað fyrir þessari stefnu, minni byggða og meiri byggðakvóta og þetta allt saman sko, strandveiðikvóta og þá var svona verið að gagnrýna fyrir það því að maðurinn hennar hafði einhver tíma, ekki núna, hafði einhver tíma gert út smábát sko. En náttúrulega hennar heimabyggð, Suðureyri, þar eru togarinn Elín Þorbjarnardóttir löngu farin og það eru þá bara smábátar sem eru þar og þannig að hún þekkir þetta umhverfið mjög vel. Hún fellur að þingi og ég held að bara verið sko skipulagt að hún myndi falla niður í 3. sæti sem hún gerði og náði ekki kjöri.
og hún komið inn sem varaþingmaður held ég. En ég held að þarna sé manneskja sem var baráttumanneskja. Ég ekki að tala að þú eða ég eða hver sem þurfa að vera sammálunni, en sannarlega, ég fylgist það vel með pólitík, ég veit alveg fyrir hverju hún var að tala, og af hverju þessi röska baráttukona, hún er bara þögguð niður. Það bara þannig. Og svo þegar þetta heldur áfram og þá segir hún bara einhvern daginn við morgunverðarborðið, nei, nú er nóg komið. Ég bara sendi post til Reykjavíkur og segi mig úr Vinstri grænum. Þarna er eitt dæmi manneskju sem vön baráttu, hefur verið formar og varaforma atvinnuveganefndar og búin að taka þátt í þessu öllu saman og verið að verja hagsmuni hinna smáu gagnvart hinu. Og hvað varð hennar pólitíska fyrir? Ég ræddi við henni í vikunni og hún sagði að fyrra kjörtímabilinu þegar Sjálfstæðisflokkurinn fór með matvælaráðuneytið að þá hafðu þau náð árangri og náð, ég man ekki, nei það var kannski áður, en þau náð til dæmis að fá aukin úthlutun inn í strandveiðarnar og náð ýmsum árangri, stoppa þessar hugmyndur að setja gráslöppuna inn í kvóta og hitt og þetta. Og svo segir hún eitthvað svona, nú er VG í ríkisstjórn og með ráðuneytið, matvælaráðuneytið. Af hverju getur flokkurinn ekki náð fram stefnu sinni í sjávarútvegsmálum? Og af hverju setur hann mál sem eru gegn stefnu sinni í sjávarútvegsmálum þegar hann er í þessari stöðu? Þetta er náttúrulega, þú veist hversu langt, ég meina hvað þarf að ganga á til þess að og ég held þetta sé mjög mikilvægt mál, þetta með sjávarútvegsstefnu VG. 21 að þá var minni fall í fylgi VG út á landi heldur en í bænum. Og það sást líka enn frekar í sveitarstjórnarkosningunum 2022 að þá heldu þau svona sínu hér og þar svona miklu frekar en algjör trun á höfuðborgarsvæðinu. Og hluti að því var að sjávarútvegsstefna VG naut fylgis og stuðnings út á landi. En það með því að fórna henni eins og þeir að gera núna. Ég held að það sé það að Lilja hætti sé svona tákn ákveðið hrun út á landi. Hún er ekki svona eina sem er að hugsa sér í gang. Nei. Ég hef oft talað við Lilju og stundum hefur hún hringt til mín og við höfum talað saman og ég er ekki að tala hvort ég er sammálunni og ósammálunni en ég er að tala baráttu manneskjuna sem að sá ekkert annað en að halda á lofti hagsmunum sinna umbjóðenda gegn auðvaldin, gegn stórútgerðinni en það er þú nú leikið stundum með hvað margir hafi yfirgefið Vinstri græn. Já, það er búið að vera eiginlega stríðstraumur alveg frá hruni og það tengist náttúrulega. Við hefum kannski átt að ræða betur við Ögmund það því að það kemur svolítið að því ég er búin að vera að fá svona nokkra úr VG svona að því að það er eitt af stóru tíðindunum, það er annars vegar vegleysa Sjálfstæðisflokksins einhvern veginn og svo hrun VG og svo náttúrulega uppgangur Samfylkingarinnar sem er svona erfiðar að ná utanum. Grímur var til þess að reyna að tala það núna og nefndi svona stefnubreytingar og ég nefndi bara ekki að segja að þessar stefnubreytingar koma eiginlega fram eftir að fylgið er komið upp Þannig að það er ekki þannig að flokkurinn breyttu stefnu og þess vegna kom fylgið upp. Það er frekar að flokkurinn er að reyna að breyta stefnu sinni með einhverju svona hugmyndum að halda fylginu. Ég má vel vera að stór hluta fylginu hafi komið fram sem svona vilji til þess að þarna yrði farvegur einhverja breytinga. Það er svona svolítið skrítið að flokkurinn er eiginlega alltaf að boða að þeir allir ekki að breyta neinu. Þeir eru með svona Kyrr-Starmer línuna. Þannig ég á eftir að sjá það bara hvað gerist þar. En það er fall VG og fall Sjálfstæðisflokksins og uppganga Miðflokksins er svona það sem er merkilegt. Og það sem kemur fram hjá VG fólkinu að valkosturinn er alltaf tvenns konar hjá róttæku Sjálfstæðisflokki. Það er annars að vera flokkur sem er að berjast sannarlega fyrir breytingum og þarf að vera einhver valkostur. Og þegar Ögmund var að segja áðan að það er svo margt sem bendir til þess að það sé í gangi núna og ég held að það tengi svona gasastríðin og svona, það er að verða það hétað í andstæðan gegn Víetnamstríðinu gat af sér svona vilja til að búa til það sem að Bandaríkjamenn kalla svona counterculture, það er svona valkost á móti til hliðar við hitt að við
og þetta svona hugmynd sem það að við eigum að berjast fyrir ykkur og það getur vel verið að við þurfum að berjast í 10 ár, 5 ár eða 50 ár eða hvað sem valkosturinn að bjóða upp okkur annað heldur en þetta samfélag sem að tortíma okkur sem að þetta kapítalíska samfélag. Þannig að við getum aldrei farið þar inn og unni þar. Nei. Það hluti af þeim sem stofnuðu VG höfðu þær hugmyndir stjórnmálafl og mér heyrist alltaf að hugmyndur alltaf að verða meira þeim megin eftir því sem hann eldist. Svo eru þeir sem að segja að eina leiðin til þess að ná fram einhverjum árangri er að fara og sætta sig við að taka völd og sinna því og búa til kompromi og semja og málamiðlanir og eitthvað fleira og þess vegna þessi loka niðurstaða Lilja Rafneys og Alþingisfjörður að þú veist, ef að við förum inn í ríkisstjórn og ef að við fáum matvælaráðuneytið og þá náum við ekki einu sinni fram sjávarútvegsstefnu okkar hvað þetta þá? Og þannig þetta auðvitað því að aflið hérna megin það sem að stjórnar stjórnsýslunni, dómskerfinu, öllu stjórnmálakerfinu, öllum fjölmiðlunum og eitthvað svona, það allt með svo afgerandi línu það hvert við eigum að fara að þú ferð ekkert inn í kerfið og breytir því, Þú getur bara gengið í Sjálfstæðisflokkinu og alltaf fara að breyta honum innanfrá og ég meina gangið vel. Heldur að það myndi að gerast? Það myndi ekki gerast. Þannig að þess að var ég svolítið að náðan að segja að valkostunir eru þannig að við verðum að fara að hugsa það. Við verðum bara að búa til eitthvað nýtt til mótvægis við hitt, Því að það að fara og laga og milda hjarta Bjarna Ben og svona, þetta bara algjörlega vonlausleið, bara hættum þessu. Það hefur engin þolinmæði það. Og ekki bara best að kjósa Framsókn og mér finnst þeir kynntu breytingar í borginni en svo vildu samt engu breyta og breyttu engu og nú Samfylkingin komið það sama, þeir eru að boða ykkur breytingar en þeir ekki að breyta neinu og hver breytingarna þá? Við losnum við Sjálfstæðisflokkinn eins og vandamáli sé Bjarni Ben í sjálfum sér. Ef Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkingin á saman meirihluta. Já, eins og síðast. 2007. Já, í landsmálunum. Já, 2007. Já, þá það bara komið ríkisstjórn. Ég held að það verði sama að þá verður Sjálfstæðisflokkur búin að skipta fórustu og þá í 2007 þá segir Ingibjörg Sólrún já, förum við í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum við erum alltaf laus við Davíð þannig að Geir náttúrulega Geir var ekkit allt önnur ella Geir var bara hagsmunagæslumaður öðulsins og þetta var hryllileg ríkisstjórn sem endaði með hruni bara hryllileg ríkisstjórn hryllileg Heyrðum Við erum að fara í sumari. Já, við erum að fara í sumari. Þannig að það getur vel verið að ég hringi í þig aftur og fæði þig til þess að koma ef þú ætla leið í bæinn. Já, leið í bæinn. Byrjuð ekki út á Reykjanesi? Jú, Grímur alltaf mæra sveitafélagi mitt. Hvað segirðu? Fara þetta Suðurnes eða þetta Reykjanes? Já, Suður með sjó, sagði mamma alltaf. Já. Ég segi það sem Suður með sjó. Ég held að Reykjanes svona seinni tíma að fara út á Reykjanes. Já. Það að fara út á Suðurnes. Já, Reykjanesið er það ekki bara táin það sem að Reykjanesvitin og það, eða ekki? En Suðurnesin það til Suðurnesbær og Reykjanesbær og svo eru þau að tala saman allsherra sameiningu allir nema Grindavík á Skaganum. Nei, Grindavík var með, Hann var spurður bara, bæjarstjórinn bara nú daginn, nýbúinn að fá fálkaorðuna, hann var spurður út í þetta og hann sagði bara einhvern veginn við erum bara í þannig ástandi að við erum ekki í stöðu til þess að ræða þetta, Já, þeir voru, með í uppalegu, prógramna, eins og ég segja, svo mikil óvissa þar að eðlilega sagði Fannar að þau voru ekki neitt í stöðu þess en ómið sjálf bara frá degi til dags, Það í því tilfelli það ætti náttúrulega ríkið að stíga fram og segja sem svo að ég minna ef að allir á Suðurnesjum vilja sameinast í eitt sveitafélag þá það sumuliti jákvætt fyrir landflotta Grindvíkinga sem að stóru leyti eru í Vogum og Reykjanesbæ og þar þannig að sumuliti það góð niðurstaða og ef það eitthvað svona hallar á eitthvað kostnað út af þessum jarðhræringum og öðru slíku þannig að það sitja eftir skólar og leikskólar sem ekki nýtast og annað slíkt að þá skulum við bara dekka það ríkið svolítið að segja en þið gera það ekkert Nei. Það vantar stundum finnst mér svo skrítið að ríkið svolítið telur sig ekki meiga eða geta eða eiga að hafa fórustu í málum Við erum stundum spurð ekki þarna suður frá við eigum fá eitthvað kunninga það nema bara fína nágranna en
svo áttu spurt, sko, þegar við komum til hérna í Sódómuna, sko, hvort að ætli ekki að fara að selja þegar Grindvíkingar eru, sko, og það voru hérna eitt ráðhús í lenginu í okkur, að þar var bara uppboð í opnu húsi, sko. Það var að boðið, sko. Og þeir sem áttu það, þeim bara fannst þetta mjög óþægilegt. Mjög óþægilegt. En það nú verið að byggja eitthvað 10 íbúð þarna bara rétt hjá okkur. Herðu, en við tölum lítið Sjálfstæðisflokkinn áðan. Já, við vorum eina frétt sem að mér finnst fyndin. Ég ætla aðeins að vekja á athygli í lokin. Það var það er svona hægri podcast sem er þjóðmál sem er hérna. Ég var nú að stríða þeim að ég fletti upp hvernig hefðu byrjað. Þegar þeir byrjuðu þá var Sjálfstæðisflokkurinn með yfir 28% fylgi, en núna eru komin í 14. Þeir láta alltaf svo með það hvað þetta sé sko vinsælt og áhugavert podcast sko. Og auðvitað aldeilis í blaðinum. Hérna hefur helmingast á leiðinni. En svo er Frosti Logason hérna með broadcast og svo er Snorri Másson með heiti ritstjórinn. Er ekki ritstjórinn? Já. Og þeir eru hérna talandi svona hérna þjóðfylkinguna í Frakklandi og svona andmannúðastefnu að tala gegn innflytjendum, tala gegn kvenréttindum, tala gegn þau kallar þetta vókisma sem er svona öll svona hugmynd í samfélaginu að gæta hagsmuni þeirra sem eru veiki fyrir. Og eru mjög harðir á þessu og ég bara fylgist með þessu að ég bara áhuga á stjórnmálum hversu hratt þetta gengur og maður svona velti fyrir sig er þetta innflutningsvara á Íslandi sko? Ég veit þetta getur átt í svona stærri samfélögum þá getur þetta kannski verið söluvara en það raunverulega hér sem þetta getur verið þannig ég hef svolítið hlusta á þetta og svo hef ég bara fylgst með því að þeir vera alltaf svona sannfærðari það að þeir séu að tala einhverju máli sem að nýtur sko mikill að velgengn út í samfélaginu og þú nú verið í fjölmiðlum og svona, þetta nú eitt af því sem maður þarf alltaf að passa sig á að þeir koma til mann sem að eru að skella þig og ég man í gamla daga þá bjóði til einhvern veginn frasan að þú eru að passa þig á að sækja þetta klapp á öxlina, síðasta klappið mun henda þig fram á brúninni sem er svona það sem maður reyna að lýsa þessu, að það getur verið svo hættulegt. En ég hef tekið eftir því að bæði sko Snorri og Frosti eru bara, þeir magnast upp bara viku frá viku, einhvern sannfærður að það sé bara verða eitthvað sko. Þeir einhverjir sko sem hlust og að mæra þá. Svo fá þau peninga frá ríkukollunum sko til þess að halda þessu áfram og þeir eru rosalega ánægðir með þetta. Þannig það svona eins og þessi svona sannfærður að verða bara eitthvað bylting sem að mun gera bara upp við til dæmis það sem vorum að tala áðan sem er svona mannúða baráttu 20. aldar. Svo sá ég það allt í einu að í Frost að segja í sínum þætti og segir hann einhvern veginn, veistu hvað lausnin á vanda Sjálfstæðisflokksins? Og þannig með svona sidekick sem er í tæknilínu og hann talar stundum við og sá segir, nei, hvað er það? Það er að Snorri Másson taki við flokkunum. Já, djöfull væri það nú gott sko. Já, ég held að það sé bara væri rosalega sterkur leikur eða Bjarni bara myndi heimsækja Snorra og láta hann taka yfir flokkinn og þetta Snorri held í sig 27 ára eða eitthvað og er bara svona gasprari sko sem að sko auðvitað hann gat verið fyndir sko já ég veit það og bara fýtt sko ekki honum í sjálfum sér en hann er bara í því að svona gaspra bara eitthvað og ríkukallanir ofsalega ánægði með það og eitthvað svona því að þeir þurfa á þessu halda til þess að halda völdum því að þeir sem auðgust í nýfrjálsökinni ætla að verja það með fasisma en ég held að þeir séu aðeins að miðskilja stöðu sína, að þeir halda það að sko engarættin og félagin og allra ríkasta fólk á Íslandi ætla að færa Frosta Logasinni og Snorra Másinni völdin yfir Valhöll. Ég held að þeir svona aðeins farið að láta klappið á öxlina hringla aðeins með svona hvar þú ert raunverulega staddur í lífinu sko. En þetta er svona sömuleit er það samt svona að því að þú kannast við þessi átökin á milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins sko, hvað sjálfstæðisflokkurinn á að vera við erum að horfa að það verið kosið bara í næstu viku í Bretlandi sem að líklega íhaldsflokkurinn mun bara leysast upp og það er bara henni hefðbundna leið sem við farið, hún bara gengur ekki þannig að til þess að ná fram að þá verðum við að gera það með einhverjum allt öðrum hætti þannig að þetta er samt svona, þetta sé fyndið þá er það samt svona vísir af svona það er leit í hægrinu ef við ekki bara fara full force á þjóðfylkinguna að boða það að fólk sem er hér að vinna að það verði sérmerkt og það muni aldrei fá að gegna embættum. Meiri hryllingurinn maður. Þetta er í gangi í heimsálfun okkar. Já, þetta er jafnmikill hryllingur fyrir það sko og jafnvel meiri sko. Þetta er í gangi. Já, þetta er alveg ömurleg staða. Og ég hveti til þess að heyra aðeins í þessum piltum því að
ég var að hlusta á Snorra að tala við bróður sinn daginn og þá var hann að segja sko að við ættum bara að horfast í augu við að lýðræðið bara ónýtt af því að í lýðræðinu þá kýs bara lýðurinn einhverja sem spilar á vinsaldir sínar í staðin fyrir í þjóðveldinu þá voru sko goðarnir valdir svona svipað og forsturar í fyrirtækjum það voru menn sem að gáta eitthvað og ég hugsaði bara vá, hvert þetta komið eiginlega? Hvert þessi umræða komið sko? Er þetta ekki grín? Maður held það fyrst sko, ég pröfaði að skrifa það fyrir svona halvu árið eða svo, hvort að Snorri væri sko grínpersona, hvort hann væri að meina þetta í alvörinni. En mér heyrðist þá viðbröðum hans, kom meðal annars hérna í þátt og hann bara að segja þetta með fullri alvöru. Merkilegt. Maður held þetta væri eins og hann En þetta er samt svolítið sko í svona litlu samfélagi að ef að segjum sér svo að þeir séu sko leigupennar einhverja... Ég segi það ekki, bara þau fá stuðning. Já. Það er þetta með sig á Frosta. Þú fær stuðning frá áskjöndun, þú fær ekki stuðning frá... Ekki á ríkumkalli, sko. Nei. Hérna í broadcasti, það sem að Frosti með, þar til hans viðtal við hann skipstjóran hann í Samherja. Pál Steingrímsson. Já, svo poppar það allt innu með enskri þýðingu. Frosti var ekkert að taka það af rekstrarfésinu og þýðið eru á ensku. Hver hefur hagað því að þetta sé þýtt eru á ensku? Það er Samherji sem að nota þetta í áróðuskinni út í heimi. Þannig að það er bara svona peningar sem eru þarna augljóslega á milli. Já. Og svo er þetta náttúrulega, það er til þess að skoða miðflokkin. Það voru 17% karla sem að vilja kjósa hana flokk en 8% kvenna. En hins vegar er það að margir halda það og ég heilt að bæði hjá Snorra og Frosta og gott ef ekki í svona þjóðmálum líka, eitthvað svona hugmyndum að einhverju ungir kallar sig að rísa upp einhvern veginn og það eru þeir sem að breyta Evrópu og eitthvað fleira. Býttu við þú nefndi miðflokkin en sagði svo ungir kallar, ekki þungir kallar. Jú, það er nefnilega máli sko, að það eru bara 8% undir 30 sem að vilja kjósa miðflokkin, það eru 10% sem vilja kjósa Sósíalistaflokkin. Þannig að, og miðflokkurinn hann fer upp í yfir 15% yfir 50. Þannig hann er bara, þú veist þessi svona hugmyndum að sé eitthvað svona ungreifing til hægri eins og að vera að tala hér með TikTok ráðherrann og þessa kalla þessa drengi. Þetta er ekkert í gangi sko. En það er bara, þetta er látið, kannski er þetta bara business að labba til ríkukallana og segja ég er með alla unga fólki og rosalega smartan vef og podcast sem er rosalega vinsælt og þau fær pening. Þetta var alltaf í fjölmiðlunum í gamla dag. Jú, er það nú staða maður. Þetta var alltaf í fjölmiðlunum í gamla dag. Já, eða þurfa að ganga á milli manna til að betta sér til viðværis. Manst ekki eftir þess, það voru alltaf einhverjum týpur í fjölmiðlum sem að voru einhvern veginn að selja inn í fyrirtækina, þeir næðu til unga fólksins og voru búin til alls konar svona skrýndir. Ég hef bara verið á svona bara frétta fjölmiðlum, mann ekki. Nei, þetta hefur verið það. Jú, maður þurfti að verjast. Sko, maður þurfti að verjast inn á ríkisstjórnarfundum. Liðin í Skjá 1 var alltaf í þessu. Og hann núna sem er einhvern veginn svona samfélagsmiðlastjóri hjá RÚV, hann var með nútíman og eitthvað svona átt að vera einhvern veginn leiða unga fólkinu sem hann lét svona auglýsendur og eitthvað svona ríka kallabók. Ég þurfti að verja svona inn á ríkisstjórn að einhver á ríkisstjórninni kemur ítrekka með einhverja hugmyndir sem eru sko bara alveg út úr kú. Og það þarf að taka viðtal við kaupmanninn hann svo kemur ljós að tengslarn á milli og þetta, þú þekkir þetta líka? Já, ég var að hlusta talandi svona þessa hægri podcast kalla. Stefán Einar Stefán er með heitir Spursmál á MBL og flyttur Kampavín. Stæðsti hluti þáttarins hjá honum síðast, þá var eitthvað framsóknarkona og einhver svona áfengisverslana maður, svona Arnar heitir hann ekki. Og þau voru að tala nauðsyn þess að rýmka heimildir til þess að selja áfengi. Og það er bara stýrt þessu og svo endar náttúrulega með því að framsóknarkonan er bara í vörn fyrir innflytjandan, kaupmanninn sem selur áfengi og innflytjandan sem er að stýra umræðinni. Og ég hugsaði bara, hvar í heiminum þetta, talið bara boðlegt að sko fjölmiðlamaður sem að flytur sjálfur inn áfengi sé að stjórna umræðu rýmkun á sölu á áfengi. Ég held þetta myndi ekki einu sinni ef þetta væri í Norður Kóreu, þá myndi sko
æðstipresturinn hringi og segja, heyrðu, þetta nú of langt gengið, sko, þannig að við verðum aðeins að hafa þetta svona, þetta er ofgróft, sko. Þetta er ógeð, heyrðu, förum að hætta, förum út í öðrið. Já, heyrðu, þetta er síðasti þátturinn með þessu sniði í sumar, við mætum aftur eftir verslunarhelgina með kannski einhverja breytingar á þessu þætti, það kemur bara í ljós, það þróast allt með tímanum. En þangað til þá ætla ég bara að þakka gestunum sem hafa hingað komið í vetur og Sigurjóni bróður mínum fyrir hjálpina. Laufey sem er núna í fríi og Pétri sem er að taka upp þennan þátt og senda hann út kærlega fyrir hjálpina og ykkur sem hafi breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun, þið eru galdurinn. Þið getið verið svona virkari í þáttakutum með því að benda vinum og vandamönnum á efni hérna á samstöðunum sem ykkur líkar, þannig stækkar dreifikerfið, það er stækkað af góður í afspurn, þið getur benda á við erum á Facebook, við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðvarpsveitum, við erum á útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu, það má sækja þar útvarpssendingar á spilarann, bæði spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni og kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar allan ársins, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í þáttum samstöðunar. Eins og við vorum að ræða hér áðan, þá hefur samstöðun byggst upp á áskrifendum, það er fólk sem að leggur til áskrift í hverju mánuði, það kostar 2.500 krónur grunngjaldi, þið megi borga meirið við viljið og þannig hleðst upp framlag frá mörgum getur gert stóra hluti og þannig hefur samstöðun byggst upp. Ef þú vilt taka þátt í því að vera greiðandi áskrifandi hér, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar knappur sem ástendur áskrift og framhaldið á að vera nokkuð ljóst. Við erum að móta svolítið hvernig við ætlum að hafa júlí, við verðum með einhvers konar öðruvísi prógram hérna, þannig ég get ekki alveg sagt að rauðaborðu verði hér annað kvöld klukkan 8 en ég held að þó samt, en ég segi þetta sem gott í bili og óskum bara góðra helgar eða það sem eftir er að vinni.